Við erum í útvarpinu á FM 89,1. Komið sæl og verið velkomin eiginlega í gufubað. Ég heiti Oddný Eir og hjá mér Elín Agla Brím sem ég get titlað hana sem fyrrverandi þjóðmenningarbónda, heimspeking og síðan ertu svona gufubaðsprestur og ég hef heyrt að þú sért að ræða dálítið svona mikilvæga hluti í kringum gufubaðsferðirnar og ég hef nú ekki komist, þannig að ég bara ákvað og ég veit að margir kannski komast ekki frá til þess að fara í gufubað, þannig að mér dætti í huga að biðja þig að leyfa okkur hinum líka að heyrum samband meistara og lærlings og samband heilakvelana, en í tengslum kannski við þína reynslu, því að á sínum tíma bjóst þú á Ströndum, Árneshreppi á Ströndum og varst þar einmitt að stunda þessa náttúrulega kennslu og hvað, þú varst hafnarvörður var ekki? Stjóri. Hafnarstjóri, já. Skólastjóri, hafnarstjóri. En kallaðir þig þjóðmenningarbónda og varst síðan lendir inn í svona hringiðu á deilumála þarna á svæðinu varðandi virkjunarmál. Og þetta einhvern veginn tengist allt saman. Já. Getur aðeins sagt okkur fyrst bara frá þessum titli þjóðmenningarbóndi? Já, hann var nú ég tók hann nú eiginlega upp fyrir Sigmund Davíð svo ég nefni hann nú af því að á þessum tíma þetta 2014 þá flyt ég aftur, ég hafði búið þarna 2007 til 10 og skil þá við barnsföður minn og með eins á gamalt barn og það var ekki hægt að vera einstæð móðir þar með lítið barn nema ég á fjölskyldu. Þannig að við flytjum í bæinn og þá fer ég í meistaranám í umhverfis- og auðlindafræði, sérstaklega til að skilja þetta hugtak sjálfbæra þróun, sérstaklega þriðju stoðina sem félagsleg sjálfbærni eða samfélagið, út af þessari jaðarbyggð sem var ekki að fá stuðning og var svona deyjandi og þegar ég skólastjóri 2007 til 10 þá bara 2 börn eftir í grunnskóla en samt komu ráðamenn þarna og tölur svo fjálklaum mikilvægi staðarins og þessa menningarsamfélags fyrir þjóðina alla og við þurftum að gera allt en það komst aldrei í gegnum kerfið. Þetta ekki, já, Árneshreppur á lista yfir brothættar byggðir. Já, búið að vera í því verkefni í nokkur ár en það var mjög sérstök samþykkt eða þetta ekki bara þingsályktun sem samþykkt held ég árið 2000 af öllum þingheimi sértækar aðgerðir í Árneshreppi sem að hét verndun búsetu og menningarminja í Árneshreppi. Og þá var á vegum norrænu ráðherranefndarinnar verkefni sjávarbyggðir og þetta var svona tekið upp og það voru flutningsmenn úr öllum flokkum og sjálfstæðisflokkurinn samþykti svona sértækar aðgerðir fyrir eitt samfélag og Davíð Oddsson þar á meðal og þannig að það var mjög sérstakt. Þannig að það var samþykkt og mjög svona framsýn hugsun. Það var sagt þetta skiptir okkur máli, kerfið okkar ræður ekki við að sinna þessu. Þannig að nú skulum við prófa nýja leið og setjum að fót nefnd sem var heimafólk sett í nefndina með einhverja svona aðgerðir sem myndi styðja við byggðina og síðan var sagt í þingsályktunni að ef þetta verið samþykkt að þá hefði þessi nefnd fullt leyfi til að fara inn í alla stofnanir og segja við megum fá sérmeðferð. Og ég hef lesið þessar tillögur og það er mjög hófsamar. Það er svona aðeins meiri kvóti, það var ekki verið að tala að verða ríkur eða nota þetta. Og ég þekki manninn sem fór fyrir þessar nefnd og ég spurði hann einhvern af hverju fór þetta ekki í gegn? Þeir voru allir svo glaðir með þetta Og þá var það þannig þegar komið inn í stofnanir eða ráðuneyti og sagði, heyrðu, það þarf aðeins að breyta hjá okkur og þá sagði ráðuneytistjórinn eða sá sem var á þeim kontor ég ætla ekki að fara að láta ykkur á hvað með sveitina mína fyrir austan. Þannig að þar stoppaði það. En síðan fer ég að stúdera þetta og byrja að skrifa mastersritgerð menningarlega sjálfbærni þarna í gegnum mannfræðideild og eitthvað að fara þarna norður til að taka viðtöl og ég að tala við aldursforseta sveitarinnar Gunnstein Gíslason, vitur, maður og ég svona að taka viðtal við hann þessa menningarlegu sjálfbærni og ég segi við hann, hvað segirðu Gunnstein? Hvað þyrftu nú helst að gera til að viðhalda menningarlegu sjálfbærni?
og ég svona eiginlega ældi inn í mér yfir þessari spurningu. Þetta var nákvæmlega sama spurning og sérfræðingur úr Byggðastofnun eða þingmenn kom og spurði alltaf því sama. Og það var alltaf sömu svör. Það þarf að laga veginn, það þarf að laga ramma, þú veist. Og þannig að veist, ég var svo svekkt út í sjálfum að ég get ekki orðað þetta betur. Og þegar ég spurði hann, þá var hann að keyra mig yfir að Melum, vorum akkurat í Urðunum, svona svolítið dramatísku staður. Og ég spyr hann, ég svona æli smá innan í mér og ég eiginlega veit hvað hann að fara að segja. Og ég vissi að það myndi breyta lífið mínu. Og ég líti á Gunnstein og hann er að fara að svara og ég sagði, og þá segir hann, Elín mín, annarkost flytur enga aftur eða ekki. Og það er sem 2014 og þá tek ég ákvörðun að vera menningarleg sjálfbærni fyrir að skrifa hana. Og þá fyrir ég að hugsa leiðir hvernig við getum svona unni með þessa þingsályktun á einhvern nýjan hátt og setja fram þessa hugmynd menningaþjóðgarð sem er svona eins og er hjá UNESCO kallað biosfér. Annarkvæm þjóðmenningagarð eða menningaþjóðgarð þar sem það er líf og náttúru hvað heitir það svona, passa upp á náttúrunum leið og held þarna fund og þá er ég að reyna að fá peninga í gegnum kerfið og reyna að vera svona sniðug og þá hefði Sigmundur sem hafði og hefur örugglega mjög mikið áhuga á þjóðmenningu tekið þjóðmenningu yfir í forsætisráðuneytið. Og þannig ég veist ég bý til titil sem að þú veist geti kannski hjálpa mér í að hafa eitthvað svona kredit þegar ég fer á fundin þannig að þjóðmenningabóndi, ég meina þetta er náttúrulega ómótstæðilegt fyrir mann sem hefur mikið áhuga á þjóðmenningu og en svo bara 2 dögum áður en hann var að koma í heimsókn þá kemur upp vinstris, þetta var svona ekki góð tímasetning þannig að hann hætti að vera forsætisráðherra en ég sat upp með þennan titil. En það var líka þannig að þegar ég flytt þarna aftur 2014, ég er eina af minni kynslóð sem er þarna. Þetta er kynslóðin sem að rífur byggðina og það er fullt af ástæðan fyrir því. En ég kem þarna eins og skrattinn úr Söðurleiknum með barn. Þannig að ég samt sýni það er hægt að búa þarna. Þannig að þú veist að því fólk reiknar út hvernig er að vera með fjárbúskap og setur í Excel og það gengur ekki upp. En ef þú kemur bara þá hjálpar fólk þér. Þannig að því ég flytti aftur og þá heyri ég Böddu sem býr þannig að hún segir við mig, það er allir að spyrja mig okkur úr sértanda, hvað er ég að segja? Og þá datt mér þetta í hug. Ég segði bara ég sé þjóðmenningabóndi. Og hún sagði, hvað þýðir það? Ég mun aldrei segja hvað það þýðir. Þannig að það er saga. Já, það er góð saga. Það er góð saga, sko. Og vinstris, já það var þarna sem hann Sigmundur Davíð lenti, það var bara skandall. Hann var að koma 2 dögum, þú veist, eftir að hitta þjóðmenningabónda og setja upp menningaþjóðgarð þá. En síðan ertu þarna, býrðu þarna áfram, já, og ert skólastjóri í, er ekki, Finnbogastaðaskóla? Jú, og Vigdís náttúrulega. Vigdís Grímsdóttir. Já, og síðan var ég hafnarstjóri. Og síðan árið 2018 er dóttir mín síðasta barni í skólanum og hún er þarna síðustu 3 mánuðina hennar í skólanum þá er hún með enga skólastjóra sem er Vigdís Grímsdóttir, hún er með enga matráð sem er Hrefna Þorvaldsdóttir, ég er skólabílstjórinn og síðan loka skólanum sko. Og þá fyrir við sækjum skóla á Drangsnesi í 2 vetur en þá er ég hafnarstjóri. En gast þú svara spurningunni fyrir utan það bara svari væri það þarf bara einhver að flytja engað. Það er náttúrulega svarið, sko. Það er svarið, já. Það er svarið. En til þess að einhver vilji flytja, að þá kannski þarf líka eitthvað mitt, eins og segir, það þarf að vera vegur eða það þarf að vera hægt að fljúga í burtu eða börnin slasast. Já, algjörlega. Það er fullt. Ég meina, það er bara svo augljós, það er bara hægt að, þú varst bara að telja það upp. Já, en svo er það akkurat þegar að koma þarna fyrirtæki til þess að virkja og ráðast inn í mjög mikið svona mikla náttúru, perlu og paradís. Að þá kannski þá var þetta það fyrsta sem gerðist að það var byggður vegur. Nei, það gerðist ekkert sko. Já, þeir brjóta nýjan veg til að koma vinnuvélum sko. Þeir reyna að brjóta veginn í sko Ingólfsfirði sem er mjög fallegur slóði og fullt af álfabyggðum og þannig að það var hræðilegt sko. Þeir voru ekki að gera, það er ekki vegurinn fyrir byggðina sko. Það er vegur fyrir vinnuvélar að komast upp á heiði. Þannig að það gerist ekkert. En það sem gerist kannski var að þessi þó samheldni sem að var, eða þessi, eins og segir, það er eitthvað sem er á skjön við Excel-skjælu og líkindareikningum, það er bara þessi samheldni þeirra sem búa og það verður eitthvað meira. Ég kalla það þorpsvitund. Já, en sko... Það reynist erfitt, svona þorpssamheldni, þegar að verður svona
ágengni. Já, þetta er sko klassísk saga að því að sko jaðarbyggð sem fjársvelt yfirleitt alltaf, hún alltaf næst náttúruauðlindunum af því að þær eru í náttúrunni og hérna þannig að og eins og þarna svona ótti að byggðin sé leggist í eyði og fólk elskar þessa byggð og þannig stað mjög mikið. Það klassískt hvaða leiðir svona fyrirtæki nota af því að sko misklíð eða átök í samfélaginu er það besta sem gerist fyrir fyrirtækið og hérna þannig að það bara var augljóst hvernig þið gerðu það en svo má alveg segja það líka þetta er ekki átök að fælið fólk strandamenn og það var náttúrulega bara frægt kirkjustrið þarna nokkrum árum áður sem stóð í mörg ár og var spilað út í fjölmiðlum Regína Thoroddsen og Gjögri hringdi inn fréttir af hvað gerist á þessum fundi og þessum fundi og þá klofnaði samfélagi þannig að þetta var ekki nýtt. En allir voru náttúrulega að hugsa framgang byggðarinnar þegar hún er orðin svona brothætt að þá náttúrulega halda margir að það sé það besta sem geti gerst að þar verði, ef það kemur stórfyrirtæki og ætlar að virkja að þá sé það einmitt atvinnuuppbygging og svo eru hinir sem segja, nei, tökum sénsinn, ítum frá okkur þessu gilliboði. En máli var það að vera engin atvinnuuppbygging. Ég var sko hlynnt þessu af því að þeir leggja þetta fram í byrjun sem það verður byggðum vegur, þið fáið 3 fasa rafmagn og hér verða störf í framhaldi. Og þá sem já, koma fleiri börn í skólan. En svo bara stóð ekkert af þessu. Það var ekki fara að byggja veg, þeir ætla bara að koma beint upp á heiði. Rafmagnið er komið og þeir ætla hvað sem er að leiða rafmagnið yfir sko vestur og hérna og það er engin störf, það er hálft starf við eftirlit, þetta er allt sjálfvirkt þannig að ekkert af þessu stóð og síðan er líka mjög fallegt við þetta samfélagi, þetta er svo lítið og svona sveitó að hérna, það datt engum í huga að biðja eitthvað frá fyrirtækinu þannig að endanum segir fyrirtæki getum við ekki haldið fund og þau koma einhverja hugmyndir eitthvað sem við getum gert þannig að það var kallaði til fundur og hérna og það var beðið hugmyndir frá fólki, ég held að það bara verið sveitastjórn á þessu fundi og það sem var sett á lista var svona mála skólahúsið, lagaðist til á bryggjunni. Ég held að það hefði verið það sem að, þú veist, það var beðið frá þau. En þeir hefðu auðvitað sett miklu meiri penning en það verið farin fram á það, því þetta er svona leiðin til þess að mýkja fólk og bara hjálpa til. Þegar þú segir að jaðarbyggð sé fjársvelt, er það þá pælingin að þínum mati að byggðin sé orðin fyrir svona framfara uppbyggingu einhverju? Sko, það er náttúrulega það sem við ætlum að skoða með Ian McKilchrist, að sko, við erum svo föst í þessu vinstra heilakvelds hérna sjónarhorni á lífið okkar og við sjáum ekki hitt að hérna, við getum ekki annað en reiknað út í Excel og jaðarbyggð eða smábyggð eða einstaklingur gengur ekki upp, hann er svo óhagkvæmur og það er alltaf svarið, það kemur alltaf bara eitthvað svona 13, nei það gengur ekki á meðan sko. En ef aðeins, nú finnst mér eins og við höfum stokkið aðeins kannski fyrir hlustendur og áhorfendur og hjá mér er Elín Agla Briem og þú varst á Ströndum, þú flytur þaðan raunverulega í kjölfarið á þessum bara, má segja. Og skólanum er lokað. Skólanum er lokað, já. Og þú ferð aftur að pæla í, er það ekki? Þú ferð í háskólan til þess að pæla í þessu menningarlegu sjálfbærni. Já, ég ætla að klára ritgerðina bara, sem ég byrjaði á 2014. Og þá ertu komin út í þessar pælingar sem eru mjög svona inspírandi hef ég heyrt frá hérna fólki sem hefur talað við að þetta sé einhvern hátt spurningum heilakvelin. Þannig að þar eru við komin frá sem sagt byggðastefnu yfir í pælingar heilakvel. Það er svona kannski svolítið stórt stökk, má segja. Já, ég skal aðeins tengja það saman. Því að, sko, það sem að ég lærði náttúrulega rosalega mikið á þessari deilu og ég er alveg í henni miðri. Ég bæði sko bý fyrir ofan skrifstofu sveitarstjórnar og ég er mjög augljóslega hérna á móti virkjun og það þetta verða mikil átök og mikil heift og hérna erfiði hluti sem gerast. Það sem að, og þá bara skipti lið, náttúruverndarsinnar, virkjanasinnar. Síðan kemur hérna eitthvað náttúruverndafólki og einhverju peningar koma hérna inn og hérna svona ég er þá með þeim í liði og það sem var svo skrítið fyrir mig það sem að sko fór að spila á minn huga var sko ég skil ekki, þú veist, vinir mínir hérna sem að sko, til dæmis kona sem var svo fyrsta sem passaði barnið mitt og hérna bara nágrann og vera þarna í gegnum vetur eða 13 vetur er bara svolítið
allt í einu eru þau virkjana sinnar og þá gerist eitthvað í heilanum að mér sem segir að þau séu óvinni mínir. Það er eitthvað að þeim að vilja gera svona hræðilega hlut og þetta er bara fólk sem ég get ekki verið í samskipti við að það er himinn og hafa á milli okkar. Ég er móralst góð og þau eru bara, þú veist, bara að hugsa sjálfa sig og eitthvað svona. En þetta gekk samt ekki upp fyrir mér af því þetta er svo gott fólk og þau eru nágrannir mínir og vinir mínir og ég elska þau. Þannig að þá fór að, sko, á meðan náttúruverndarsinnar sem komu inn, þau fór að tala illa um þetta fólk. Og þá, ég er ekkert með þeim í liði, það er ekki það sem ég er að gera. Þannig að þá, sko, gerist eitthvað í mínum heilakveilum. Og síðan náttúrulega bara mjög fljótlega fór ég átta með því, eða gangast við því að þetta voru allir að gera þetta af ástabyggðinni og samfélaginu og framtíðinni. Þannig að það var mikið fjölmiðlu, það var náttúrulega kosninga, svona upp að koma þarna, 20 mann sem flýti að lögheimili sitt og mikið hafari. Þú veist, löggan kom að leita mig frá Hólmavík og en þá átti ég með á því og þá fór ég að segja alltaf, ef ég fór í einhvað viðtalið eitthvað, að þá byrjaði alltaf að segja, af því það var svona, já, hvernig eru þarna virkjana sinni, eru þau ekki, og þá segi alltaf, við erum öll að gera þetta fyrir byggðina. Sumir trúa því að virkjun sé besta leiðin, aðri trúa því að venda hálendi sé betri leið. Þú veist, þannig að maður er svona settlaði þessi átök. En þessi polarisering sem við höfum myndast, og við tölum alltaf oft núna um þessa polariseringu sem er svo sterk í heiminum, að hún hefur, þú hort upp á það, hún hefur orðið möguleg, orðið sterk. Mjög sterk. Sérstaklega þegar að fólk tengdist ekki persónlega. Þegar raunverulega hafið þið ekki þennan reynslu heim sem hinnir höfðu ekki raunverulega blandað verið saman í einhverjum verkefnum eða verið það. Það er náttúrulega góða við sveitin og Árneshreppur er náttúrulega svo frábær staður að því leiti hann er bara svona eins og tilraunastofa. Þú getur hort á menningu að þegar þú veist það eru 40 persónur eða 23 núna og getur séð allt sem að gerist í samfélagi nema þú bara, og það er einangrað þú veist, það er lokað vegur í 3 mánuði þú bara getur séð hvað gerist en þannig eru þetta líkilatrið að fólk þekktist og ber virðingu fyrir hvort öðru og það er mjög sterk vitund um það að við getum ekkert búið þarna nema öll saman við þurfum að fólki að halda og sumir eru með þessa skoðun aðrir eru framsóknarmenn og aðrir eru eitthvað og það verður bara að hafa það af því að við þurfum að vinna saman. Annars er ekki hægt að smala og það er ekki hægt að halda saumaklúbb og það er ekki hægt að halda út í skóla. Þannig að það er svo rosalega gott að fá að sjá það bara og upplifa það. Þannig að þá er eiginlega kannski einmitt það sem er verið að þegar fólk vil fara út úr polariseringu og leitar þá að þessu sameiginlegum það sem svolítið núna verið að tala um sameiginlegu gildin. Já. Sem að stundum verða dálítið svona abstrakt einhver sameiginleg gildi en það er kannski, já, það er þessi þegar þú lifir þau eða þú svona reynir þau Ég held að svona abstrakt gildi hjálpa ekkert of mikið þú veist, maður þarf að sko eða vera í tengslu við fólk, maður þarf að hitta fólk ég var á æsinn í morgun og þar kemur konu og við fyrir að spjalla þetta er nágrannar daginn og það er einhverju vinnuvélar lag eftir sjóin daginn þeir eru að skemma grasið og við þurfum að gera eitthvað í þú veist, þetta er leiðin helst ekki á netinu bara held að það virki netið og abstrakt gildi eru ekki funksjónal abstrakt gildi svona á kaffibollum en aftur í heilakveilin þetta kemst að því að þú ert allavega ekki að fara að vera eitthvað annarkvort hægri eða vinstri eða já eða nei eða sko þú ert ekki þar með sagt að gera einhverja málamiðlun við það sem þér við skipta máli, heldur ertu hvað? Og hvað er koma heila kvillin í það mál? Sko, ég er bara rétt að klára þess að sögu þarna því að þegar ég átti með á því ég til ekki náttúruverndarsinnum og ég finn ekki orðfærið til þess að lýsa því af hverju ég er að móti virkjun. Veist, það er ekki bara að því að það er samþykkt að ósnert víðerni bla. Heldur það er eitthvað í mér sem er að móti því. Og ég næ ekki hugsun eða orðunum yfir það en ég er mjög sterka tilfinningu fyrir því. Og ég fer að hugsa það og ég hugsa, sko, ég er svona veist, ég er svona, eins og maður segir I dabble in animism, eða veist, ég er svona þreifið mig áfram, ég er að reyna að muna það sem við erum hlut af heiminum og allt hefur einhverja eða einstaklingur eða persóna eða hefur gildi í sjálfu sér. Þannig að það er það sem ég er að reyna að lifa og tekur langa tíma og flókið inn í menningun okkar sem að sér þetta alls ekki þannig. Þannig að ég fer að reyna að hugsa hvernig get ég orðað það sem ég langar að segja náttúruna sem er að segja hún á rétt á sér, hún er lifandi
og það sem að ég komst að sko í gegnum átökinu þarna var að, og það niðurstaðan minn sko, að það sem í húfi við að virkja eins og þarna, og svo það bara öðruvís á öðrum stöðum, að það sem í húfi þarna sem sagt mennskan og samfélagið sko á þann hátt að ef að ég taka ákvörðun að virkja hálendið í mína þágu, sem samt ekki praktískt, veist, það mun ekki gagna svo mikið, þá hef ég afsalað mér einhverju af mínu gildi eða minni svona virðingu, þar sem ég segi, ég skipti miklu meira máli heldur en heil heiði og það hvað ég fæ núna skipti meira máli og þá ég orðin manneskja sem ekki inn í heiminum, heldur komin fyrir ofanan og ekki bara fyrir samfélag, heldur ég að hugsa mig. Þannig að það það sem í húfi. Ekki, þú veist að við missum 0,7% af ósnortnum íðarstum. Mennskan okkar í húfi. Ok. Það bara flott. Punktur. Já. En svo getur verið að náttúruverndar sumir séu þannig líka. Já, algjörlega. Það þurfi ekki að skilja á milli. Algjörlega, það ekki tvær fylkingar. Nei. Það málið, sko. Já. Og sumir, þú veist, og svo náttúrulega dettu við í þessi hagræni rök, þú komið fleiri ferðamenn, og ég fatt að, þú veist, ég hef engan á því, ég ekki að fara þarna upp eftir til þess að njóta útsýnisins. Ég ekki að hugsa að komið fleiri ferðamenn til að viðhalda byggðinni. Ég ekki að hugsa samþykkt Sameinuðu þjóðanna, þú veist, náttúruvernd. Það eitthvað í sambandi með mínum tengslum við landi sem ég bý á, sem hefur fóstrað mig og alið og hver ég sem manneskja. Það það sem ég að tala um. Ok. Og það mun að þínum að þið kannski geta bjargað ekki bara þér frá vinskapnum og því góða sem þú upplifir þarna heldur líka svona, þú ert í þínu námi eiginlega raunverulega að finna þessari rödd farveg, þannig að raunverulega hún geti... Þannig ég get sagt þetta. Já, það málið einmitt, sko. Einmitt, og þá kynnist ég þessum heimspekingi Ian McGilchrist sem enskur og hann býr á Isle of Skye og hann 70 og ég mæli mjög með að hlusta á hana þegar hann rosalega gaman að hlusta á hana og hann mjög skýr og hann læri fyrst bókmenntir, verður svo þerapisti, fyrir út í taugavísindi og hann heimspekingur. Og aðeins að segja nafnið aftur svona bara... Ian McGilchrist. Og hann fyrir að skoða taugavísindi heilan og fær áhuga þessari heilakvælskenningu sem var svona vinsælum 1980, var rosa basic, þú veist, tungumálið þarna meðan þetta hinum megin og eitthvað en hann fyrir að sjá svona taugavísindar rannsóknir þetta og fær áhuga á þessu og bara hellir sér út í þetta og hann mjög hann eyðir mörgum árum í hlutina. Ég held að kapitalismin, ef maður skjótið hafi svolítið tekið kapitalismin, ég held svona eins og fyrirtækjamenningin hafi nýtt sér svolítið þessi heilakvælsdæmi eins og í ráðningum Ertu svona hægra? Já, ertu svona vinstra? Svo raða inn í fyrirtæki eftir því hvar Þegar Ian útskýrir heilakvælin þá segir hann alltaf verður til að gleyma öllu sem það heyrt það af því að það ekki rétt sem var þannig að bæði heilakvæl gera eiginlega allt það sem lykil munurinn á heilakvælunum það mismunandi sjónarhorn á heiminn Heilakvel hafa þróast í okkur og flestum dýrum í ákveðnum tilgangi. Af hverju erum við með ólíka parta í heilanum? Og það að við þurfum að hafa tvær svona lykilfunksjónir til þess að lifa af. Önnur sem tilheyrir þá vinstra, það vinstra sjónarhornið, til þess að veiða okkur í matinn eða ná okkur í eitthvað. Og það, hann segir á ensku, lykilfunksjón vinstra grabbing eða ná í. Og það hefur það funksjón, það getur reiknað út. Já, það 7 metrar, veðrið svona og ég ætla að veiða hana fugl. En akkur eru við þá með hægra, ef við getum bara að lifa af þessu. Það að við þurfum líka að passa okkur á umhverfinu. Kannski ljón að koma eftir okkur. Við getum ekki bara verið að hugsa eitthvað sem við ætlum að veiða. Og þá kemur hægra sem hefur heildarsýn og yfirsýn og svo margt fleira þar, en það svona helsta funksjónin, en þar býr sannleikurinn, fegurðin, kærleikurinn, þetta svona implicit eða þetta undirskilda eða skilningur, þetta svona þekking, þetta svona skilningur og insight þegar þú svona áttar þig á, svona þetta tilgang og þannig að tilgangur, merking og allir þessi hlutur í hægra. Þannig að þetta þessi tvö svona sjónarhorn á heiminn.
Verður ekki skilningurinn til sko í tenginguna milli tveggja eða þannig? Jú, algjörlega. En sko skilningur svona býr í hægra. Það leitir að merkingu og skilning og yfirsýn. Af hverju ég hérna? Hvert samband mitt við náttúruna, við fólk? Vinstra bara ekkert að spá þessu. Það er bara, þú veist, að reikna út. Þannig að ef að þú ert, ef að einhver deila í brothættri byggð er háð bara út frá vinstra heilahveli að þá eru bara sömu rök, sömur segja að þetta verður gott til að bjarga byggðinni og hinir segja að það muni rústa byggðinni. Nákvæmlega. En þú sérði ekki að þú ert inn í ákveðnu sjónarhorni og það er til eitthvað fleira og það er einkenni vinstra, það býr til kort af heiminum. Þú veist, í staðin fyrir að labba, þú veist, allt og merkja hvað stein, þá ertu bara með svona abstrakt kort, það er svona abstrakt gildi. Þú veist, er það vinstra? Já, þú veist, allt abstrakt, það sem þú dregur út sko hugtök eða aðalega bara kort. Þannig að vinstra er með kort af heiminum og kort má ekki vera út dítilerað. Það þarf ekki kort, það bara labbaru. Þannig að býr til kort og vinstra hefur þann, og þetta er allt byggt á sko taugavísinda rannsóknum. Þannig að það sér ekki sko tilgangi með því að bæta einhver inn í. Þetta virkar, ég er að fara að ná mér eitthvað og þetta virkar. Þannig að það að setja inn einhverja fegurð, einhverja tónlist eða eitthvað, skiptir ég með sko funksjónalt. En og eins og McKilchrist segir, sko, hann mjög mikið af viðtölum og svona fyrirlestrum, og hann segir að hann hefur lent í því að vera alltaf að halda upp í vörnum fyrir vinstra, af því að þegar fólk er fyrst að kynnast þessum kenningum, þannig að þetta vinstra er hræðilegt og þetta er þarna býrið illa og kapitalismin og allt það. Hann segir, nei, bara alls ekki. Vinstra hefur mjög mikilvæga funksjón. Þú veist, það við höfum mikrofóna og bíla og allt þetta er út af þeirri hugsun. Og það er ekkert að því. Þetta er bara ótrúlega, þetta er bara, þú veist, gerir mannin að, þú veist, snillingi. En það sem hefur gerst er að, hann segir sko, hægra hefur miklu meiri visku og meiri segja sko IQ, það er meira intelligent. Það sem hefur gerst er sko, hægra á að vera meistarinn eða sko hafa yfirsýn og það er svona að segja náttúrulega Platon, heimspekingar ætti að ráða ríkinu. Þegar þú veist, þú hugsa stórt og í lengri tíma og þú hugsa djúpt. En hérna, þannig að þegar allt er í góðu, þá er hægra meistarinn og ræður, vinstra er þjónninn, og sinnir, þú veist, útfærir. En McKilchrist segir að það sé að gerast í vestrænni menningu, sérstaklega og verið að gerast bara svolítið frá innbyltingu, að við höfum gert vinstra að boss, eða sko að mestranum. Og hægra er svona, já, höfum smá listir með eitthvað svona, þú má tala um tilfinningar þarna, en þetta er viska. Veist, við verðum að reikna út, er það hagkvæmt og eins og málið þarna fyrir norðan þar sem að gróðurland er ristu fyrir kólefnisskógrækt. Sástu þetta? Nei. Þetta var núna fyrir nokkrum mánu, líklega síðasta haust, gróið mólendi, Berjaland, og það er sagt, eitthvað kólefnisfyrirtæki sem að kaupir þetta og ristir upp náttúruna til þess að planta einhverjum litlum grenitrjám, því þá getur reiknað út svona mikil kólefnisbending og þeir fá borga fyrir þetta. Og það var eldri maður þarna sem var tekið viðtal við í fréttum og það var mjög sláandi og minnst þetta bara kjarna þetta algjörlega. Og hann er í viðtal og hann er að horfa yfir, það er bara búið að rista þetta allt upp. Og segir bara, ég bara skil ekki hvað hefur komið fyrir fólk. Ég skil ekki og þetta er svo hræðilegt, ég hef ekki getað sofið í marga daga. Bara hvers vegna, en sko útreikningur segir þetta sé gott. En heildasýnin, viskan og það haga sér almennilega og kunna sig er ekki með. Og þarna er komin meistari og þræll sem sagt og hver er svona eins og hans þessa Ian McKilchrist. Hver er hann, ertu komin, þetta eru 2 stór þykk bindi þú ert með, sko, er hann með einhverja eins og, ekki lausn, en svona leiðir, bendir hann á leiðir? Já, hann gerir það sko, ég held að fyrst og fremst það sem hann leggur fram er þessi þekking og skilningur á þessu og ég held að það sé bara grunnstef heimspekinnar þekktu sjálfa þig. Fyrst verður að átta þig á því og það var það sem ég áttaði mig á fyrir norðan að akkur er ég í þessu hérna klopningi og set mig þarna, þú veist, hvað er að gerast? Þetta er ekki tilfinningar mínar eða samskipti við þetta fólk, þetta er eitthvað svona
Þannig að fyrsta skrefið að átta sig á því og þetta ekki persónulegt, það ekkert aðmanni, þú ert ekki vinstri maður eða þú veist, hægri maður, þú veist, þú getur verið fastur í ákveðnu sjónarhorni sem byggt sko á heilanum og fyrsta skrefið að átta sig á því og skilja hvað það þýðir, hvernig það þú horfir þarna megin frá og hvernig þú horfir þarna megin frá og þá eitthvað val hvað þú ætlar að gera, þannig að það fyrsta skrefið. Fólk spyr mjög mikið, hvað ég að gera í sambandi við náttúruna, í sambandi við klofning og útskoðun og bla bla og hann segir yfirleitt ef við bara áttum okkur á þessu og gerum hægra eftir að master, hvort sem það bara í persónulegu lífi, því við erum ekki að fara inn á alþingi og gera þetta, að hérna, þá raðast bara allt upp hvað þú ætlar að gera. Það bara alveg augljóst hvernig þú ert í samskiptum við náttúruna, hvernig þú ert í samskiptum við fólk, hver gildið þín, það bara, þetta svona eins og töfra, eitthvað svona. Þannig að það fyrsta skrefið, en hann alveg með líka, hann segir sko, hann finnur þegar hann fer á milli, vinstra og hægra. Hann bara getur svona, nú ætla ég aðeins að fara hérna og rekna út og gera eitthvað, svo ætla ég aðeins að fara inn í fyrir og hann með svona uppástungur, hann frábær heimasíða sem hann með, það sem hægt að vera svona félagi og hann heldur sko live hérna samræður 3 mánaða fresti, en það hann með svona tillögur, hann segir það bara mismunandi hvað virkar, af því að það svo erfitt að fá vinstra heilahvel til að samþykkja að segja eitthvað fleira, þannig að þetta svolítið eins og bíflugan í heimspekina, þú ert að reyna að vekja og þá þarfst þú bara að finna út hvað virkar fyrir þig. Hann með svona lista yfir tónverk, myndlist, bækur og það bara, þú veist, þá hann fann að hafa stjórn á þessu. En nú kemur svona aðeins upp í mér ansvar, þú veist, að þetta hljómar og einmitt svolítið eins og okkar eitthvað sem auðvelt að selja, þú veist, að þú veri bara að lausnin á stríðisástandi heimsins í að þú svona finnir þér eitthvað gott podcast og góða tónlist og klæðir því rétta lit og eitthvað svona, þú veist, farir í eitthvað jógatíma og hristir á milli heilahvela og svona, þú veist, hvað verður þá réttlætisbaráttuna og hérna verkefnisbaráttuna? Hann náttúrulega ekki að segja þetta sé lausni, sko, í fyrsta lagi hann ekki að koma inn en lausn, hann bara með greiningu og ég held að það sé líkilatri við akkur að hann mjög vinsæll, mjög mörgum sviðum og hann segir, fólk kemur til hans og segir, þú veist, þú orðar það sem ég vissi en ég gat ekki orðað af því hann fer aldrei í persónulegt, hann fer aldrei í pólitík og hérna þannig að fólk getur nýtt sér þetta inn í hinum ýmsu sviðum og hann auðvitað ekki að selja neitt með þessar bækur sko og þannig að, en sko síðasti kaplinn hérna í The Matter with Things sem sagt, ég held að sé 250 blaðsíður og hann heitir A Sense of the Sacred sem ég ekki alveg búin að þýða en það er sem sagt fyrir honum þetta leiðin til þess að lækna það sem að. Það ekki réttlætis. En þú veist, ég meina ef þú sérð heiminn og fólk sem að það hafi helgi, þá náttúrulega breytist allt. En má ég segja líka eitt orð, sko heilagt, má það ekki vera sacred af því að sko heilagt, það nú heili inn í því líka og eitthvað sem heilt. Það var eins og Jung sagði, ég vil freka vera I'd rather be whole than good. Það að vera heill heilagt eða helgi, það náttúrulega bara sköpunarverki. Og þessi heildræna hugsun sem að svo sem mjög margir tala í varðandi sjálfbærnina, sko. Að það ekki hægt að hafa bara sjálfbærni á fjárhagslegu svið, það verður að vera líka á menningarlegu, samfélagslegu. Þannig að það svo augljóslega sjónarhort sem þú þarft að hafa heiminn til þess að raunveruleg sjálfbærni getur orðið. Þú þarft að bera virðingu fyrir hlutum og þá bara hvað virka fyrir mig til að ég beri virðingu og ég seti mér mörk að kunna sér hóf. Við fyrir nú bara í hafamál, þú veist, að kunna sig og kunna sitt magamál það að vera mennskur af einhverju viti. Við erum líka með þetta vinstra sem vill bara meira og meira og meira og éta á sig gat. En okkar sko svona spiritual task að finna leið til þess að, og ég meina við erum náttúrulega bara með þau í okkar menningu, við erum með álagabletti og helgibletti og hérna huldufólk, að það sumt ekki fyrir okkur. Og það ekki að því að standa í lögum. Heldur að því að sko forfeður okkar hafa kennt okkur það. Þarna fyrir við ekki, þeir þurfa sinn blett fyrir sitt hei. Stopp. Þannig að þetta í vinstra heilahveli sko brjálaði, það allt til sölu og þessi titill á þessu verkjans, The Matter with Things, mjög sniðugur titill af því að hann bæði að greina hvað að og hann segir sér að sko svona stór rík menningarsamfélög, þau verðist lenda í þessu sama, þannig að fara yfir í vinstra og kunna sér ekki hóf, það verður bara ómikill ágangur
og valdið og græðgi verður ómikil sem að, ég held að við kannski kunnumst aðeins við. Hann segir sko þetta í 3. sinn sem að það svona stórt hrun að verða. Fyrst það hjá Grikkjum, svo bara, gerist eitthvað, þetta er ótrúlegt samfélag og svo bara hrynur það. Og það gerist líka í Rómaveldi og svo það að gerast núna. Við erum inn í því miðju. Og það út af þessu. Það af því að við erum ekki með hóf, við kunnum okkur ekki og við getum ekki snúið við. Og það þetta fara að nota þetta hugtak metakrísa ástandi sem við erum í. Að það svo risa krísur á eiginlega öllum sviðum og við náum ekki fyrir það. Við viljum ekki vera að menga, við viljum hafa samheldni í samfélaginu, við viljum allir hafa til hnífs og skeiðar. Flest okkar viljum þetta. Og við erum ótrúlega þekkingu og gervigrein bla. En við náum ekki fyrir vandan. Það því að sko kerfið okkar bara alltaf samt að sækja meira. Þannig að sense of the sacred það sem hann talar og svo segir hann bara, hann talar ekki trúarbrögð heldur. Hann kristinn en hann talar aldrei það. En hérna þannig að það að einhvern veginn rækta upp í sjálfu sér að heimurinn og fólk hafi helgi. Það leiðin. Hún nógu djúpstæð til að raunverulega breyta. Og ég vil mannslíf séu heilög. Algjörlega, mannslíf og það bara landhelgi, flughelgi. Mannréttinda brot á okkur tímum. Sko, já, algjörlega. En sko meðan þú ert ekki með það sjónarhorn og viðhorf, þá gerast þessi hræðilegu hlutir. Þá getur að horta flóttamenn koma og sökkva og þeir eru alveg sama. Það að því að viðhorfið þitt til fólks þannig. Og þó það beinist að mismundi þjóðum á mismundi tímum, þá það ekki rótvandans. Rótvandans að bera ekki virðingu fyrir lífi, fyrir helgi lífsins og helgi náttúrunar. En á sko hægra heilahveli þá að verða mistari ekkert sem heitir sko svona, bara ég feel að það sé engin mistari. Nei, það bara gáfara. Það hefur þá svona sýn á heiminn eða sjónarhorn og þekking og visku til þess að laga í heilbrigðum samfélum sem eru mörg til í heiminum í dag. Bara mjög mörg. Þau eru frekar lítil og þau eru í hættu út af einhverju, okkur hérna. En þau eru með, sko, þá eru maðurinn ekki miðjunni. Maðurinn til hliðar og dýr og plöntur og steinar og gras og sjór og tungl og sól og þetta heild. Og það sem með hennar titil, The Matter of Things, þannig að hann að greina hvað að, en þetta vísar líka til sko matter sem efni og hluta. Og hann segir, The Matter of Things að við sjáum efni eða matter sem dautt, sem hefur ekki helgi og ekki inn í þessum svona animisma og þá það fyrir okkur til að nota. Þá bara fjall, þú getur bara reikna út hvað þungt og selta til útlanda og þeir ætla að nota þetta í einhverja vegagerð eða þú veist hvað við erum að gera. Og við erum bara, þú veist, setjum vítisótt í Hvalfjörð, þú veist, þetta allt partur af sömu rót og hérna þannig að Matter of Things hann segir, þú veist, það að sjá efni sem dautt og svo hitt sem svona frumspekilegt að eðli veruleikans sem sagt ekki aðskildir hlutir. Eðli veruleikans eru svona relations. Tengsl. Þannig að það sko grunneðli, sko það bara frumspekilegt. Þannig að það engin hlutur sem til án tengsla. Það ekki, þetta bara hefur rosalega mörg tengsl. Efnið, sá sem bjóða til, sá sem kerði þetta hingað, þú rétti mér hann. Þannig að sko þú getur ekki tekið neitt úr samhengi en við erum alltaf að gera það. Þannig að ef við förum aftur á Strandir þegar að byggðin dæmd brothætt og bara jaðarbyggð sem sé jafnvel fyrir eða þurfa að bjarga, það raunverulega alltaf á sömum forsendum. Hún tekin úr tengslum samt við náttúruna og við restina af samfélaginu eða hvað. Og það sé kannski eitthvað minni þarna sem mikilvægt. Þegar sko Árneshreppur svo svona jaðarbyggðir, það yfirleitt viðhalda minni ákveðið bara svona sjónarhorn og heimsmynd og lífstíl sem þá farin að kvarnast úr þegar komin í stærri byggðir og hérna það sem að menningin að breytast ört að þarna verður eitthvað og Árneshreppur náttúrulega svolítið eyland þarna kemur rafmagnið inn þú veist sko vegur kemur þarna 66 ég held að rafmagnið komið 73 veist farsími löngu seinna á öðrum stöðum þannig að það svo mikið sem eftir á þannig séð
Þannig að þarna, og það var það sem ég upplifði því ég flytangað frá Reykjavík, að hérna, því ég kem og kynni samfélaginu, að þá myndi ég eitthvað í mér sem að var rosalega gott að muna og ég sá bara endalaust þegar fólk kom í heimsókn að það upplifði það sama. Það var eitthvað minni sem maður bara, og maður upplifði bara með því að hitta fólk í kaffi eða spjalla í kaupfélaginu og hvernig fólk talaði hvort annað eða hvernig samfélagi virkaði. Að þá kom svona, þetta svo yndislegt, ég var svo til í að búa hérna, en það náttúrulega ekki hægt að búa hérna. Ég bara, jú, það hægt að búa hérna. En hérna, þannig að þú ert þá að upplifa bæði tengsli við náttúruna, ef við tökum tengslin, og svo tengslin sem hafa orðið til í þessu samfélagi, sem öðruvísi vegna þess að menn þurfa að reiða sig á hvert annað, einhvern nátt. En ég held sko það sem ég upplifa ekkert, þú veist, auðvitað upplifa tengsl við náttúruna, en ég að upplifa sko menningatengsl við náttúruna í gegnum samfélagið. Þannig ég að læra, ég náttúrulega, þú veist, í fjörunni og horfa á fjöllin, en ég að læra tengsl við náttúruna sem að ég hafði ekki upplifað. Ég hef frekar verið svona rómantískur umhverfisverndarsinni, þú veist, að sitja upp á hálendi einn. En þarna var þetta eitthvað svona, og hérna, mjög stutt að sögu fyrir því að þú vilt í sambandi við tengslum við náttúruna. Að það eru svona 6 fjöll svona, og eitt glæslegt fjall heitir Ánastindur eða Ánasfjall. Og þetta svona urðarfjall og uppi klettabelti, það Tindurinn. Og eitt árið sumar þá verður svona rosalega stór skriða úr Tindunum og lokar veginum og veginum þurftu fólku að fasta þessum bæ og hinnum og eitthvað svona. Og það aldrei sést annað eins. Og engin myndi eftir svona skriðu. Og maðurinn sem býr hérna við hliðina í Árnesi, þeir eru 2 bræður, annar þeirra, hann Ingólfur, sem mikill vinur minn, hann var í burtu þegar þetta gerist og hann fæddur þarna uppalinn. Og svo þegar hann kemur aftur úr ferðinni sinni og ég að spjalla með hann og ég segi, þetta ekki merkilegt með þessa skriðu og þeir segi þetta sífreri með mulning í tindunum og þá segi Ingólfur, ég vissi alveg að það var eitthvað að fara að gerast þarna. Hvernig vissir þú það? Ég sá það eitthvað aðeins breyst þannig dældin. Ég ætlaði að hlaupa upp og kíkja á þessu og bara hafði ekki tíma og glemti því. Þarna bara fólk sem getur lesið í náttúruna svona. Og það var það sem ég fekk að tengjast inn á, ekki bara það að vera í fallegri náttúru. Vera með fólki sem hefur tengslu í náttúruna líka. Það bara inn í henni. Og til þess að fara yfir í hagra heilakvælið, að þá kannski bara svolítið gott að vera í tengslu við náttúruna og hvert annað, eða hvað getur það verið að sjá? Ég meina það náttúrulega besta leiðin að sko virka hægra að vera út í náttúrunni. Af því að hún bara, þú veist, samhengi og tengsl og fegurð og merking. Og þú veist, hún með allt það sem að hægra heilakvælið Þannig að það náttúrulega mjög góð leið. Svo eru listir. Þú veist, að fara á tónleika svona eiginlega örugg ávísun á þú færð að vera, þá ertu bara í, þú veist, þetta meikar allt sens núna. Það eiginlega það sem gerist í hægra. Þegar þú kemst þangað yfir, ég skil, það tilgangur í þessu lífi, þú veist. Það fegurð og það eru tengsl við fólk. Þannig að það bara mismunandi leiðir til þess. Þannig við þurfum að vera áfram að berjast fyrir bættum kjörum en ekki að skilja þar á milli, ekki berjast fyrir réttum góðum kjörum og eyðileggja menninguna og náttúruna heldur hafa það samtvinnað. Einmitt. Þú veist, og hérna, þú veist, við berum ábyrgð á því hver við erum sjálf sem einstaklingar og ef maður hefur svona þekkingu eins og hann býður upp á, að maður skilji bara hvernig þetta virkar tæknilega. Já, þetta er sjónarhorn og ég get haft eitthvað það að segja og ef ég hef sjálfsþekkingu þá get ég valið og ef að maður fer alla leið yfir í þessa helgi, að líf hefur helgi og heimilið okkar hefur helgi, að þá fer maður að breyta frekar vel, myndi ég segja. Og síðan bara, þú veist, sumir eru að skrifa, sumir eru, þú veist, í mótmælum, sumir eru að vinna á leikskóla. Þú veist, það bara, þannig samfélagið, sko. Elín Agla Brím, þjóðmenningabóndi. Fyrrverandi. Ég vil ekki bara segja, ertu ekki bara áfram þjóðmenningabóndi? Þetta náttúrulega bara það. Þetta þjóðmenninga... Búskapur hjá þér. Kæra þakki fyrir að koma að rauðaborðinu og segja okkur frá eiginlega, uppkvötun þinni sem ákveðin tenging við byggðastefnupælingarnar á Ströndum sem var óvæntur liðsauki þegar þú kynntist þessum, getur sagt nafnið fyrir mig? Ian McKilgrist. Já.
Og þannig líkur Rauða borðinu Segðu það í kvöld. á Samstöðinni. Við erum búin að ræða Samstöðin ýmis málefni er í eigu og það hlustenda, hefur verið bara nokkuð mikið áhorfenda lítið í og samræðunni lesenda. eins og svo oft og samræðu gleðin heldur auðvitað áfram Sláist í hópinn inn í og nóttina gerist vonandi inn í áskrifendur. draumana svona á góðan máta. Ég þakka öllum viðmælendum og samstarfsfólki mínu Laufi Líndal Ólafsdóttur teknikonum þakka ég sérstaklega fyrir að varpa þessari samræðu yfir til ykkar. Þið getið nálgast efnið okkar á öllum helstu hlaðvarpsveitum og sjónvarpi Símans nr. 5 og í útvarpinu 89,1 eins og kannski þið mörg vitið. Á YouTube nálgast margir klippunar okkar og þættina í heild við Rauða borðið. Þið styðið okkur mjög mikið með því að ræða og læka og bara segja frá þessum vettvangi þar sem við erum að byggja upp vettvang fyrir fleiri raddir í samfélaginu til að tjá sig óhikað og að gagnrýnin og opin máta. Þið með líka styrkja ykkur ef þið hafið einhver tök á því með svona fjárframlögum gerast hlutað eigendur jáfnvel í þessum fjölmiðli með því að fara inn á síðun okkar samstöðin.is og íta þar á taka sem heitir áskrift. Okkur munar minna og ég þakka ykkur kærlega fyrir hlustendur og áhorfendur fyrir að vera bara fyrir samveruna og við finnum alltaf fyrir ykkur og vitum af ykkur og erum að ræða málin hérna fyrir ykkur og með ykkur. Ég heiti Oddný Eir og ég segi góða nótt. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.